Við erum stödd hér í æfingarhúsnæði Kraftlyftingafélags Akureyrar en hér geta menn lyft lóðum allan sólarhringinn og ótrúlegt en satt þá bara nokkuð það að menn séu hér sveittir á næturnar að lyfta lóðum. Jú, við erum nýbyrjuð með sólarhringsopnum. Það opið bara allan sólarhringinn og þjónusta bara á ákveðnum tímum. Og ég held að mest svona vaktavinnufólk og fólk sem í störfum sem er lengi fram á nóttunni sem er að koma á kannski snemma á morgnana eða mjög seint á nóttunni. Og ánægt að geta hlaupið hérna inn þegar þið hendar? Já, ég held að flestir séu mjög ánægðir með það. Svona eitthvað sem vantaði á Akureyri. Það er engin annar líkastöð sem er með opið allan sólarhringinn. En samkvæmt tölum frá ISÍ þá hefur orðið mikil fjölgun iðkenda á undanförnum árum, bæði í lyftingasambandinu og kraftlyftingasambandinu. Hvað veldur þessum áhuga? Bara mikil og betrumbætt aðstaða til dæmis. Við erum alltaf búin að stækka við okkur hérna og þetta er alltaf að vera meira og meira. Og náttúrulega svo kemur crossfit náttúrulega örugglega sterkt inn. Náttúrulega verið mikil sprenging í því og þar er náttúrulega verið að taka líka þessa greinar, hnébeygju og riststöðulyftu mikið. Og fólk kannski langar til þess að læra tæknina og þá náttúrulega leitar það til okkar. Og já, ég tæki. Alltaf sé ekki aðalega það, sé crossfitið og svo kannski svona breyting á ímyndinni. Þetta er ekki bara einhverjir feiti kallar sem er að lyfta miklu þyngdum, heldur sé fyrir alla. Og konum hefur líka verið að fjölga mikið í þessari íþrótt. Já, alveg gífurlega. Ég held að stelpur séu svona átta sig á því núna að þóttu lyftir þungt, þá verður ekkert bara eitthvað svona hrikalega mössuð og þú getur alveg verið að lyfta þungu og verið mjög sterk en lítið samt bara venjulega út. En það er talað annars vegar hvað kraftlyftingar og ólympískar lyftingar. Hver er munurinn á þessu tvennu? Munurinn þetta er eiginlega bara sitt hvor. Bara tvær ólíkar íþróttagreinar. Í kraftlyftingum keppt í 3 greinum. Það eru hnébeygja, bekkpressa og riststöðulyfta. Og í ólympískum keppt í snörun og jafnhendingu. Og þetta er bara 2 mismunandi greinar. Og þetta er ekkert nýtt áhugamál hjá þér. Þú ert búin að vera í þessu mjög lengi, eða ekki? Jú, og við bæði búin að vera í þessu bara frá því að hann var lengi vel í handbolta og ég fótbolta. Svo færðum við okkur bara úr því og fórum bara í lyftingar og við höfum bara heillast af því og verið í því bara frá við vorum 14 ára gömul. En hvað er svona skemmtilegt við þessa íþróttagrein? Eins og segir, þú ert búin að prófa fleiri greinar. Já, búin að prófa fullt. Ég held bara svona beiníþrótt. Þú færð bara akkurat það sem þú leggur inn, sem er kannski ekki alltaf með aðrar íþróttir. Og þú kannski færð alltaf þú getur alltaf sýnt þitt. Þú ert aldrei bara látið vera á bekknum eða bara með á æfingum með eitthvað. Þú getur alltaf bara haft þess að þú vilt hafa þetta. En samkvæmt upplýsingum frá tollinum þá hafa þeir verið að gera mikið að sterum upptækum núna á síðasta ári sem kannski gefur vísbendingu að steranotkun sé að aukast hérna á landi. Hvaða tilfinningu hafið þið fyrir því? Það hefur nú svolítið loðað við einmitt þessa grein. Já, algjörlega. En ég held samt að þessi steranotkun sé meira í þessum fitness geira. Það er náttúrulega búin að vera mjög mikil sprenging í þeim, í þessu fitness og vaxtarækt sem er náttúrulega haldin þannig 2 mót á ári hérna. Það er búin að vera mjög mikil aukning þar. Og þau eru náttúrulega ekki innan ISÍ, þannig að það er ekkert lyfjaprófað. Þannig að í rauninni, eru eiginlega bara svona 90% af því liði sem er að setja eitthvað í sig, gera eitthvað svona ólöglegt. Og meðan við í Kraftlyftingafélagi erum náttúrulega innan ISÍ og við getum verið lyfjaprófuð hvenær sem er, bara mætt á æfingu eða þannig að það er svona meiri áhætta, þannig að ég held að þetta sé meira verið að sé fólk sem er í þessum fitnessgeira sem er að setja í sig heldur en kraftlyftingarnar. Já, ég held að síðan að Kraftlyftingasambandið fór inn í ISÍ og hafi ekki verið nein fulla lyfjaprófi nema held að þá kannski 1 eða 2 og það var þá eitthvað cannabis tengt held ég. En sem sagt, Alessandra, þú ert á leið á Norðurlandamót, en hvert svona stefnið þið í framtíðinni? Ég veit það ekki, bara eins langt og maður, ég veit það ekki. Ég læti þetta bara svolítið ráðast. Tek bara 1 mót í einu og þá sé maður bara til hvað dyr opnast á, hvort maður fá að fara á Evrópumót eða heimsmeistaramót eða hvað gerist. Já, mér langar bara að halda áfram eins lengi og ég get og halda áfram að bæta mig hægt og rólega.
sjá bara hvar það endar. Svona að lokum, þið verður nú að gefa okkur einhverjar tölur, hvað eru það að taka? Herri, ég á 100 kíló bekkpressu, 172,5 í réttstöðulifti og ég hef tekið 160 í hnipi. Já, ég á 325 í hnipi, 265 í bekkpressu og 310 kíló í réttstöðulifti. Ekki slæmt það? Nei. Það er frekar fínt bara, maður vill samt alltaf meira.